En hingað komin Vilborg Davíðsdóttir, rithöfundur, Ástin, drekinn og dauðinn, heitir bók sem var að koma út eftir þig og hún fjallar þig og manninn þinn og baráttu hans við, og ykkar við heilakrabbamein sem hann fékk og dró hann loks til dauða 2013. Já, þetta semst sagan okkar með þessum dreka eins og við köllum heilakrabbann og ég fylgi svona líf okkar frá því að það greinist þegar við byggum þá út í Edinborg og vorum þar sett í ár eftir hann greinist og hann gekk í gegnum skurðaðgerð og geislameðferð og flutti síðan heim til Íslands. Síðan kemur svona millitíð þar sem við fengum mjög góð 5 ár og þá gerist náttúrulega ýmislegt í líf okkar en ég hleyp nú svona hratt yfir það er svona hrun, svokallað hrun sem verður í efnaðarlífinu. Sama tíma hann að glíma við mikla þreytu eftir geislana og en fer samt í framhaldsnám í sálfræðinni, klárar það. Ég kláraði sjálf mastersritgerð í þjóðfræði og skrifaði bók, eða 2 reyndar, Auðdjúpúku og síðan vaknar drekinn af rotinu eftir geislana og það gerist sumarið 2012 og hálfu ári seinna hann allur og ég lýsi nokkuð nákvæmlega þessari leið, þessari göngu okkar og fleyga síðan frásögnina með bloggpislum sem ég skrifaði á sama tíma bæði út í Skotlandi og síðan tók ég aftur til við þegar hann greinist á ný og síðan í síðasta þriðjungi bókarinnar að þá segi ég frá lífinu eftir að hann dó, nýja lífinu mínu. En sko drekinn eins konar svona metafóra fyrir þetta? Já, ég fór þá leið strax í upphafi þegar við tókum þessa ákvörðun að deila þessu bara með ættingjum okkar að vinum í gegnum bloggi sem ég var að skrifa út í Edinborg að setja þetta í ævintýraformið. Að nálgunin væri þessi, við erum öll hetjur í okkar ævintýrum, hvert og eitt. Raun og veru held ég við getum öll einhvern veginn samsama okkur við hlutverk olnbogabarnsins, fáum öll svolítið erfitt, allæti í æsku og það hefur engin neina sérstaka trú á okkur, en svo þurfum við að takast á við þrautir í lífinu, hvort sem það er þá krabbamein eða þunglyndi eða vímuefnavandi, allt mögulegt, alls konar drekar komið í veg fyrir okkur og við þurfum að takast á við þá. Það er ekki annað að ræða. Þannig er nálgunin. Sko þetta og Halldór Baldursson hefur teiknað myndir í bókina sem að sýna baráttu ykkar við drekan og hann er þá þessi prins. Hann er hinn hugrækki prins. Hinn hugrækki, og þú ert prinsessan. Ég er hinn undurfæra prinsessa. Já, og hann er í mikilli baráttu oft og er svona hugumstór eins og það heitir. Hann er það. Hann er hugrækki prinsinn og hérna eins og sérð á kápmyndin þá er prinsessan hann með slökkutæki og er að reyna að taka svolítið þátt. Það er náttúrulega mjög mikilvægt fyrir aðstandendur að hafa eitthvað hlutverk í bardaganum. Og mitt hlutverk í okkar göngu var það að vera málpípa hans. Ég sá öll samskipti út af við. Hann tókst á við sín sjúkdóm, hugsaði bara það að eiga góðan dag og reyna að láta sér batna. Og ég sá það að vera svona skjaldmegin. En sko, það tekst þarna að slá af eða nánast, allavega halda niðri þessum stóra dreka, en svo kemur sem sagt í kjölfarið kemur lítill dreki sem er annað æxli sem að það er hann sem hann dregur til dauða og hann á þarna tíma á milli. Já, við áttum 5 góða ára á milli sem að við, eins og við segjum að drekinn lá í roti eftir geislastríðið. En það er aldrei hægt að halda svona heilakrabbameini, það er aldrei hægt að lækna það. Nei. Það er vitað, við vissum það frá byrjun að hann myndi deyja úr því og lífshorfurnar voru mjög skammar. Það eru 23 ár með þessi greiningu sem hann var með, þannig að hann fekk 2-falt meiri tíma heldur í það. Og hann sagði líka alltaf sjálfur sko, lífshorfur, svona meðaltöl, þetta er bara kurva, það er alltaf einhverjir hér fremst, það er einhverjir hérna uppi, en svo er einhverjir hérna á endanum og ég ætla að vera þar þangað til að annað kemur í ljós. En sko það eru þarna mjög, hvað myndi ég segja, svona óvægnar lýsingar og þú lýsir sjúkdómsferlinu nokkuð nákvæmlega og ég segi ekki kannski óvægnar en þú svona hreinskilnar lýsingar á þessu. Já, ég reyni að skrifa þetta bara eins og þetta var. En ég bað nú ritstjórana mína, frábæra ritstjóra forlaginu að lesa sig í gegnum handriti mjög gagnrýnum augum vegna þess að ég vil enga væmni. Nei. Og þá ekki vera neinn sensasjón í þessu. Nei. Þetta er bara eins og þetta var. Já. Og það lofið mér því að það væri ekki. En þú elskaðir þennan mann? Já, það ger ég. Já. Og hvað var við hann sem að þú elskaðir svona mikið? Hann var náttúrulega á svo margan hátt einstakur maður og hérna sko æðruleysið var kannski hans sérstaka einkenni. Hann var alla tíð mikill áhugamaður þar sem að kallast í dag núvitund en hét árvekni þegar ég byrjaði að skrifa bloggið og þess vegna heitir bloggið
líf í árveikni. Þetta að lifa hér og nú og vera í deginum í dag og njóta lífsins og vera ekki alltaf sko með annan fótinn í framtíðinni og hinn í fortíðinni, heldur vera hérna og núna. Og hann var búinn að þjálfa þennan æðruleysisvöðva upp alveg gríðarlega vel þegar við kynntust. Við erum bæði 37 ára gömul þegar við kynntust fyrir 12 árum. Og þannig að hann kenndi mér svo margt sem að nýttist okkur líka svo vel í þessu. Að þurfa að einhvern veginn að lifa bara með þessa, hvað var að segja, fallegsi yfir höfðinu, að vita það að drekinn kæmi aftur. En samt verður maður að halda áfram. Það er ekki annað að ræða og þá verður bara að horfa á, býtu, hvað er verkefnið dagsins? Það er að njóta dagsins. Maður finnur reisn yfir honum, sko, þú miðlar því dálítið vel að það er reisn yfir honum í veikindunum líka. Já, og hann einhvern veginn gekkst bara við því sem var. Og þú veist, það var engin mótspyrna og oft finnst manni, sko, mér finnst oft óþarfi þetta líkingamál sem okkur er svo tamt að tala alltaf viðureign sjúkdóma sem bardaga og stríð og nota alltaf þessi átaka líkingamál vegna þess að sko sjúkdómur er fyrir mér miklu auðveldar að horfa það sem þraut sem þarf að leysa verkefni og það er bara hver dag. Og það er fólk er að deyja, fleira fólk sem þekkir er að deyja þarna á þessum sama tíma, já, daginn, já, og það er sem sagt daginn eftir jarðarför mannsins míns og þá fór ég með pabba upp á Landspítala í speglun vegna þess að hann hafði sést blettir í lunga og blöðru hjá honum og hann greindist með krabbamein þá þann dag og hann var látinn, hann dó í júlí í fyrrasumar og það var mikil forréttindi í raun og veru og magnað að fá að fylgja honum þessa leiði áttum mörg góð samtöl lífið og dauðann og hann einmitt nálgaðist þetta af mjög miklu erleysi. En það er kannski líka eitt þetta, missi ekki fólk frá sér, að við missum ekki fólk frá okkur án þess að við höfum talað við það þegar að það sé ekki óbúslega margt ósagt. Já, það er held ég svo gríðarlega dýrmætt og það var til dæmis það sem pabbi gaf okkur, fjölskyldunni sinni var það að hann tjáði sig mikið og hann var svo mikið, sko hann var nú alltaf tilfinningavera en hann tjáði það svo mikið. Hann alltaf fæddur 1930 þannig að það er fólk ekki sem endilega er mjög mikið að tala hvernig því líður en hann gerði það svo sannarlega þennan tíma sem hann fékk frá því hann vissi að hann væri deyjandi og þangað til að hann hverfti. En var þetta ekki ótrúleg, ég meina þú ert að lýsa þarna í síðar hlutanum jarðarförinni og sorginni, þetta hlýtur að hafa verið hræðilegur missir? Jú, þetta var mikill missir en mín leið kannski til að takast á við þennan nýja heim sem ég er í. Ég er í veröld sem að sko er allt í einu, það vantar svo stórt. Þetta er svona veröld sem við tvö sköpum saman, allt í einu hann farinn, ég er ein eftir til að muna og þá er það svona mín leið til að ná utan með þetta kaos sem að lífið er. Þú veist, þetta er eins og bara að sé vörpa sprengin í lífið þitt. Að ná utan það, að setja söguþráð í það, að sjá það fyrir mér. Hvað gerðist? Horfa á það, að þá er það svo þá er ég svo þakklát fyrir þá gjöf að geta þá setta niður á blað og skrifað það. Þannig að það hjálpaði mér svo mikið. Ég segi það ekki sko, það var ekki erfitt að skrifa þessa bók. Ég skrifa hann alveg á knýjandi þörf og bara varð að gera það. En þegar ég kom að þeim hluta þar sem að hann er að fara á líknardeildina, var þetta mjög stutt, þá þurfti ég mjög mikið að taka til í húsinu. Ég var farin að flokka leikföngin hjá barninu og taka til á skrifborðinu, það var hægt að borða kvöldmatinn á borðinu sko. En svo varð ég bara... Það voru sem þetta kaplar þarna sem var erfitt að skrifa. Já, þessi lokakapli í hans lífi vegna þess að eftir það, þá er hann dáinn. En hann er með mér þegar ég er að skrifa manna lífi. En síðan þegar ég var komin yfir það og byrjaði að skrifa að takast á við lífið eftir missinn og allt sem ég lærði þá. En þannig að þetta er mjög mikilvæg bók fyrir þig? Hún er mjög mikilvæg og ég vona að hún hjálpi öðrum einhvern veginn að geti gefið svona þessum dauða hans þá merkingu að þann tilgang að hafa orðið til þess að kannski fleiri treysti sér til að tala dauðan og tala sorgina. Já, Vilborg, þetta er bók mikilvægt efni og þú tekur það þínum flottu tökum. Takk fyrir. Takk. Ástin og Drekinn og dauðinn eftir Vilborgu Davíðsdóttur. Þarna er hún að lýsa veikindum og dauða mannsins sem hún elskar afar heitt og fer ekkert í grafgötur með það. Og þetta er náttúrulega kannski, myndi ykkur segja, vandmeðfarið efni. Já, ég verð að viðurkenna að ég hafði töluverða fordóma. Ég er mjög kaldlynd kona, ég er orðin svolítið þreytt á þessu fórnarlambsviðtölum sem að flæða yfir í öllum fjölmiðlum. En hún er alls ekki í þeim pakka. Þetta er afskaplega raunsæ, falleg,
algjörlega væmnislaus lýsing á því hvernig það er að ganga í gegnum það að maðurinn sem þú elskar greinist með banvænan sjúkdóm og fara með honum í gegnum það allt saman og síðan deyr hann og kannski sterkasti hlutin í þessari bók eftir að hann deyr. Það er yfirleitt ekki fjallað mjög mikið það. Ég er mjög impressed af þessari bók. Já. Það er eitthvað við látleysið í stílnum hjá henni sem að rímar við svona, þetta er svona tilfinningaþrungið æðruleysi sem að virðist einkenna viðbrögð þeirra beggja við og glímunni við hennan sjúkdóm. Já, mér finnst maðurinn að koma út sem sko maður ákveðst ekki að hann orðið hetja í þessu samtíð, hann kemur út sem rosalega svona maður með mikla reisn einhvern veginn. Algjörlega og hún líka. Þetta er mjög sterk bók og fallega skrifuð og einhvern veginn sneiðir einhvern veginn hjá öllum þessum pittum sem að maður óttaðist einmitt. Ég segi það líka, ég var alveg tilbúin að finnst þetta alveg ómögulegt en það mistókst alveg. Og þessi bók á erindi sem sagt finnst ykkur heldur betur. Það hafa flestir gengið í gegnum það einhver sem þykir vænt greinist með einhvern alvarlegan sjúkdóm og ég held að geti allir samsamað sig og fundið styrk í því að lesa þessa bók einmitt út af þessu æðruleysi. Þetta er bara eitt af því sem að lífi rétti manni og maður bara vinnur úr því eins vel og maður getur. Bara afrek myndi ég segja. Já.